Þórunn, Lengjubikarmeistarar, frábær fyrri hálfleikur en eitthvað kæruleysið þarna í síðari. Já, þannig að við stóðum okkur vel í fyrri hálfleik, náðum upp góðu bili þarna. En það bara má aldrei hætta, það aldrei neitt gefið. Haukaliðið með svaka karakter og kom tilbaka með sterka vörn og við bökkuðum aðeins. Þið eru að byrja þetta tímabil bara mjög vel, bæði liðin, sem Haukar og Valur. Áttu von á því að þetta séu 2 af þeim liðum sem skipið sér í toppbaráttuna? Ég held að með þennan mannskap það verður þessi lið mjög ofarlega, alveg klárlega. Hvað með sjálfa þig? Í hvers konar hlutverk ertu komin í Valsliðinu? Í dag fékkstu það hlutverk að setja 2 rándýr að þrista hérna og halda Haukum svona á mottunni. Verður í því í vetur að mylja undir yngri leikmenn? Já, maður verður að reyna að mylja einhverju til yngri leikmennina, sýna hvernig það gerir þetta. Gugga er að koma aftur eftir meiðslin og við erum bara með svakalega sterkar liðsheild og ef einhver dettur út þá kemur önnur sterk inn. Við höfum eftir að spila þetta þannig í vetur. Já, maður tók einmitt eftir því, bara strax í fyrsta leikluta, það voru 8 leikmenn búnir að skora. Já, þetta er bara það sem okkar styrkleiki er breiddin. Og ekki svona amalegt í deild sem við erum með 28 umferðir. Já, nákvæmlega, þetta er langt tímabil. Þannig að það er gott að hafa nóg af fólki og við erum alltaf tilbúnar. Það er ekkert mikið um svona bling í Vodafone höllinni, stendur til að fjölga því? Það er alveg hræðilegt hvað veggurinn er tómur þarna fram í Andar í Vodafone höllinni. Það stendur bara til að fara að koma einhverjum tölum að niður.